þessu sinni ætlum við aðeins að kíkja upp á Ásbrú eða þannig og hjá okkur Kjartan Eiríksson, framkvæmdastjóri þróunarfélags Keflavíkurflugvallar, Katigó. Vertu velkominn. Takk fyrir. Ásbrú nafn sem að byrjaði að heyrast fyrir nokkrum árum síðan og geturðu sagt okkur aðeins svona útskýrt hvað Ásbrú? Já, ég skal gera það. Þetta náttúrulega byrjaði í raun og veru allt með því að varnarliðið hafði haft starfsemi hér í nokkra áratugi og síðan á ákveðnum tímapunkti tekin ákvörðun að loka þessari herstöð sem hafði verið hérna og í samningi við Íslenska ríkið að þá sem sagt að útfært þannig að Íslenska ríkið tekur yfir þessar eignir sem þarna eru á móti ákveðnum skuldbindingum sem koma þá á móti og þannig að eignasafnið komið í hendur Íslenska ríkisins og þá svona ákveðin pælingu það hvað á að gera og í kringum þetta stofnað sérstakt félag, Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar til að yfirtaka þessar eignir og hugmyndi þá að koma þeim í borgaraleg not, að taka svæðið og þessar eignir sem þarna eru, nýta þær til að byggja þá upp nýtt samfélag og auðvitað var alveg alveg ljóst að sko það áfall sem varð með brotthvarfi varnarliðsins eins og fyrir þetta svæði sérstaklega Suðurnesin að þetta meiri háttar efnahagslegt áfall sem þarna verður að það að 1000 störf hverfi liggur við á nokkurn deginn og einni nóttu að jafnvel í miklu stærri samfélögum heldur en hér eru að þá þetta gríðarlegt efnahagslegt áfall. Hvenær félagið stofnað og hvað gerist síðan eftir það? Síðan félagið stofnað í framhaldi af þessu og sem sagt 24. október 2006 að þá félagið stofnað og ég hef störf þar bara nokkrum dögum eftir að félagið var stofnað og markmiðið þá náttúrulega að taka þessar eignir og reyna að finna þá einhvern nýtingargrundvöll fyrir þær því að líka það að vera með þetta mikið magn af eignum að það getur í sjálfu sér virkað á neikvæðan hátt ef ekki reynt að finna einhvern nýtingargrundvöll og skapa eitthvað nýtt út úr nýjan nýtingargrundvöll fyrir eignirnar. Og það var það sem við fórum í að fullum krafti að skilgreina hvað væri hægt að gera. Við höfum eitt gríðarlega miklu púður í að marka stefnu það sem við vildum gera á svæðinu og töldum líka mjög mikilvægt á sínu tíma að leggja strax af stað. Þannig að það svona ákveðin samfella í því sem hafði verið og því sem tæki við. Því að við höfum séð það til að mynda öðrum verkefnum sambærilegum, annars staðar í heiminum, ekkert endilega af lokun herstöða, heldur líka bara svæði sem hefur verið lokað eða einhver starfsemi stóra verksmiðjur eða fleira hefur lagst af, að ef hefur liðið langur tími þangað til að ný starfsemi komst á legg, að þá hefur það virkað frekar neikvætt, að það hefur alltaf orðið þyngra og þyngra að koma hlutunum í gang. Þannig að við skilgröndum í raun og veru ákveðin ramma utan það sem við vildum gera, unnum ákveðina grunnþætti í okkar stefnumótun og síðan var bara lagt af stað. Og samhliða því höfum við þá verið að móta stefnun alltaf nánar og nánar en það var alveg ljóst að við værum að reyna að byggja upp þá nýja starfsemi sem á einhvern hátt hvíldi á svona samkeppnisyfirburðum þessa svæðis. Og þar fórum við, eins og ég segi, við fórum gegnum gríðarlega mikla greiningar, við skoðum mörg dæmi erlendis frá, varðandi það sem væri hægt að gera, en komumst hins vegar að þeirri niðurstöðu að í raun og veru tækifærin sem við höfum til að byggja upp voru mjög nærtækt, þau tengdust flugvellinum og mikilvægi hans sem samgöngumiðstöð og hversu auðvelt var að koma þar í gegn þá fólki og vörum. Þau tengdust orkunýtingu á svæðinu og gríðarleg þekking þar að lútandi og tækifærum til þess og síðan horfðum við til þess að á Íslandi væru almennt líka ákveðin tækifæri í heilsutengdri uppbyggingu og líka ljósta til að mynda hér á svæðinu erum við náttúrulega með stærsta heilsuferðaþjónustu konsept á Íslandi sem í raun og veru Bláa lónið og út frá því líka getur verið ákveðin tækifæri til uppbyggingar hjá okkur og fyrir utan það mikið af heilbrigðismenntuðu fólki sem búsett hér á svæðinu og var svona tilbúið líka að finna sér nýjan farveg og það svona þessi 3 megin konsept sem við lögðum að stað með í byrjun. Út frá því sem sagt var svo í framhaldi þá mótu hugmyndafræði uppbyggingu Ásbrúar og ástæðan kannski fyrir því að þetta nafn kemur á svæðið var svo að sko við vorum svona markastlega líka í ákveðnum vandamálum því að það var alltaf talað svæði sem gamla herstöðin eða gamla varnarsvæðið og einhver svona hugtök sem að margan hátt tilheyrðu miklu frekar fortíðinni heldur framtíðinni og í huga sumra voru jafnvel höfðu einhvers konar neikvæða merkingu tengt stríðsrekstri og kalda stríðinu og fleiri þeimdúr. Þannig að við vildum án þess að við værum eitthvað að sópa þessum gömlu þáttum út á borðinu að þá vildum við sem sagt setja fókusin meiri yfir á framtíðina.
Þannig að við förum sem sagt í það að kalla til aðila hér á svæðinu og unnum með auglýsingastofu og óskum eftir hugmyndum varðandi nýtt nafn á svæðið. Og hugmyndin var þá að við værum bæði að skilgreina nafn yfir svæðið svona landfræðilega og þá erum við að tala í raun og veru að sem sagt við erum bæði að þróa þessa herstöð, þar sem að húsin voru, þetta þorp ef við getum talað um það sem svo eða hverfi, en við erum líka með sko í heildinum 50 ferkílómetra landi sem að umlykur Keflavíkurflugvöll. Þannig að okkar hugmynd var í raun og veru svo að finna þá einhvers konar landfræðilegt heiti yfir þetta sem áður kannski var kallað varnarsvæðið. Og líka það að við værum að búa til heiti sem að einhvern nátt lýsti þessu konsepti sem við værum að vinna með. Og úr varð að orðið Ásbrú var valið og þetta tekur náttúrulega langan tíma fyrir fólk að venjast í og skipta út í raun og veru þessum gömlu heitum sem að einkenndu svæðið. En ég myndi segja að það hafi gengið ótrúlega vel og ég held að Ásbrú á margan hátt hafi náttúrulega skapað sér ákveðna sérstöðu að þetta konsept sem að því er hægt að ná utanum er í raun og veru þetta sem við oft talað sem samfélag frumkvöðla fræða og atvinnulífs og í þessum þáttum í raun og veru birta svona grunnatriðin í okkar stefnu að markmið okkar er að byggja upp þetta samfélag frumkvöðla, fræða og atvinnulífs þar sem við erum að nýta alla þessar þætti saman í eitt heildarkonsept. Já, þú nefnir frumkvöðla en sem sagt Keilir, háskólasamfélagi Keilir, hvernig kemur það þarna inn? Já, það er mitt sko, við eins og ég segi, við fórum í mjög mikla vinnu og greiningar og skoðum mörg konsept erlendis og það virðist vera og reyndar hefur verið niðurstaðan hjá okkur líka að sko grundvöllurinn undir alla stóra umbreytingu í atvinnuháttum, nýja atvinnustarfsemi eða þróun og nýsköpun og fleiri þeim dúr er að vera með einhvers konar svona akademískan grundvöll undir það. Og við líka auglýstum eftir hugmyndum varðandi svæði á sínum tíma og það reyndar kom okkur svo sem ekkert óvart að 80% af þeim hugmyndum sem komu inn þar fjölluðu einhvers konar menntatengda þætti. Og þannig að það varð úr að fyrsta þróunarverkefni þróunarfélagsins var stofnun Keilis og Keili þá ætlaði að verða ákveðin grundvöllur undir þá þætti sem við vildum að myndu þróast til framtíðar á svæðinu. Og það er þannig í dag að sem sagt öll markmið Keilis menntatengda uppbyggingu eru beintengt okkar markmið atvinnuuppbyggingu. Þannig að við sem sagt ef þú lítur á þær áherslu sem að Keilir er að leggja þá er það í raun og veru mjög sambærileg við það sem við erum að gera og ástæðan fyrir því er svo að við erum að reyna að búa til þennan vettvang það sem að í raun og veru fræðasamfélagið með bakkupi til að mynda frá Háskóla Íslands og leiðandi fyrirtæki þá í ákveðni starfsemi eða nýsköpunarfyrirtæki geta sem sagt hist á þessum vettvangi og unnið með sína þekkingu og við sjáum það bæði í formi þess að fyrirtæki er að koma inn að nýta rannsóknaraðstöðu sem að þarna er en líka alls konar samstarf til að mynda við nemendur og opnar ákveðin tækifæri fyrir þá í leiðinni. Þannig að við sjáum fyrir okkur að nemendur til að mynda sem að að fara í gegnum Keili til að mynda eins og í tæknifræði eða slíku að þeir geta í gegnum svo þá farvegi sem eru til staðar á svæðinu, frumkvöðlasetur og fleira, annaðhvort þá þróa sínar hugmyndir þar og búið til sín eigin fyrirtæki sem er einmitt það sem er að gerast í dag. Við sjáum nemendur vera að koma út úr tæknifræðinu hjá Keili og setja á stofn fyrirtæki hjá okkur í frumkvöðlaseturinu eða þá að þau geta jafnvel tekið þátt í þeim verkefnum öðrum fyrirtækjum sem eru starfandi á svæðinu og nýtt sína þekkingu þar og síðan geta þá fyrirtækin líka verið að útvista ákveðin í starfsemi eins og nemendaverkefnum og fleira inn til Keilis og við sjáum að þetta er í raun og veru það sem er að gerast í dag. Allar þessar tekjur sem koma í kassan hjá Katego og þróunarfélagi Keflavíkurflugvallar, hvað verður þær? Já, það er þannig að sem sagt allar sölutekjur sem koma inn að fasteignum að þeim er skilað bara í ríkissjóð og við erum síðan að fá fjárveitingar tilbaka til þess að reka svæðið og standa þá í þessum verkefnum sem við erum að vinna að. En það er þannig í dag að við höfum skilað hærri upphæð til ríkissjóðs heldur við höfum fengið tilbaka til að reka svæðið. Þannig að það munar svona nokkur 100 milljónum. Það er aldrei neitt stórt gat en megin svona parturinn af þeim tekjum sem við höfum aflað með sölu og leigu eigna hefur farið í rekstur svæðisins og uppbyggingu. Þannig að ríkið í plús eftir að Katego tók við, geta Suðurnesjamenn sagt, akkur kemur ríkið ekki með meiri pening bara til dæmis inn á Suðurnesjasvæði?
bara styrkja hér í einhverja starfsemi, getum við sagt svona í ljósi þess að þarna voru cirka 1000 manns, langflesti Suðurnesjamenn sem mistu atvinnu árið 2006, fengu að vísu atvinnu í miklu góðari en voru svo kannski fyrstu aðalæðina til þess að missa vinnuna þegar hrunið kom. Já, ég held að einhverju klárlega geta sagt þetta og klárlega munu einhverju segja þetta að ríkið ætti að gera betur. En ég held að þó verði að horfa til þess að það sem hefur verið gert mjög myndalegt og eins og ég segi aftur, öll þessi starfsemi sem þarna að öllu líkindum væri hún ekkert hér í dag ef að þetta verkefni hefði ekki komið til og þessum fjármunum hefði verið varið í uppbyggingu í tengslum við þessar eignir. Þannig að ég myndi segja að í fyrsta lagi eru þessi verkefni nú þegar komin, en það mikilvægast í þessu öllu að það búið að leggja grunn að ákveðinni umbreytingu á atvinnulífi á Suðurnesjum með áherslu á tækni, með áherslu á nýja iðnaði. Við erum að sjá fyrirtæki sem eru að ráða til sem gríðarlega hátt hlutfall af háskólamenntuðu fólki. Þetta allt mun styrkja framtíða grundvöll og búsetu hér á Suðurnesjum. Þannig ég held að eitt eru þeir peningar sem hafa komið og verið eitt í þessa þróun og uppbyggingu sem að ég held reyndar að sé í raun og veru gríðarlega gott og í raun og veru ríkið hvergi að gera þetta á öðrum landsvæðum. Þetta mjög sérstakt og afmarkað verkefni sem þarna verið að vinna. Ríkið hefur ákveðna skyldur gagnvart því sem að þarna hafði verið og þeim samningi sem var svo gerður yfirtök á svæðinu og það verið að efna hann og ég myndi segja að það væri í raun og veru ekki hægt að gera það á annan hátt og algjörlega verið að vinna eftir því módeli sem að lagt var af stað með í byrjun. En líka það að það búið að leggja grundvöll að gríðarlegum vexti á svæðinu og búið að laða inn atvinnugreinar sem að klárlega eiga óbúslega möguleika til að vaxa og veita í raun og veru til að mynda eins og háskólamenntuðu fólki hér á svæðinu algjörlega ný tækifæri. Því að í mörg ár hefur verið talað þetta lága menntunarstig til að mynda á Suðurnesjum og oft hrópað eins og lausnin væri að auka framboð af menntun. Ég hef litið þetta töluvert öðrum augum og okkar reynsla hún sýnir það að leiðin til að hífa upp menntunarstigið, það þarf að vera samblanda menntun, það þarf að vera ákveðin menntun til staðar, en stærsta atriðið kannski það að veita menntuðu fólki tækifæri til að starfa og það einmitt það sem þarna að gerast. Tækifæri fyrir menntað fólk. Þannig á næstu árum munum við sjá það að stærri hluti af háskólamenntuðu fólki mun festa rætur hér á svæðinu. Því að ég segi eins og til að mynda með mikið af fólki á sambærilegum aldri við mig að það menntaði sig en það flutti burt vegna þess að það voru ekki tækifæri fyrir það til að starfa hér á svæðinu. Þannig ég myndi segja með nýjum einingum, nýjum atvinnuháttum að þá gefst algjörlega gulli tækifæri til að breyta þessu. Segir Kjartan Eiríksson og við þökkum honum fyrir heimsóknina í sjónvarp Víkurfrétta og þökkum fyrir okkur.